Annars sem við ætluðum að tala það voru sko lífeyrissjóðir og maður sko, þú hefur nú reyndar verið að skoða dálítið það hvernig menn óperuðu innan lífeyrissjóðana og það náttúrulega mjög sérkennilegt að alveg fram á síðasta dag eru menn að fjárfesta í fyrirtækjum sem að virðast vera sko glötuð og síðan hitt að því að núna kom fram skýrsla í vikunni hérna skorstuðu bankana gegn íslensku krónunni og því beinlínis haldið fram að þeirra við fellt krónuna markvisst og aftur eru lífeyrissjóðirnir að láta plata sig þarna. Já. Og segðu mér frá. Jú, minn lífeyrissjóður, það voru eiginlega tvenns konar lífeyrissjóðir til í landinu á þessum tíma. Það voru sem sé venjulegi lífeyrissjóðir og síðan voru lífeyrissjóðir sem voru í vörslubanka, þar sem bankin var sem sé verndari lífeyrissjóðsins. Og í þeim lífeyrissjóðum voru líka fulltrúar frá bönkunum. Og í mín lífeyrissjóði til dæmis, kringum hrun, var stjórnarmaður sem að sjálfur taldi að skynsamlegast fyrir sinni eigið fé að selja sín hlutabréf í bönkunum og breyta sínum krónum, íslensku krónum í norskar. En samtímis sem sé lífeyrissjóðurinn að heldur öllum sínum skuldabréfum í bönkunum og tekur skorstuðusamning með íslensku krónunni. Veðjar á íslensku krónunni muni styrkjast. Alveg þveröfugt við þennan valdamikla stjórnarmann. Já, sem helsti ráðgjafinn. Og ég búinn að vera að berjast í þessu máli núna í 1,5 ár og hérna við höfum verið að spjalla saman þetta, ég og stjórnarmenn. Og mér finnst að ég þurfi að vita hver fekk að taka skorstuðuna gegn mínu lífeyrissjóði. Við vitum það að yfirleitt voru það innstu koppar í búri bankana sem fengu að taka skorstuðuna á móti þessum lánlausu mönnum sem var búið að véla til þess að taka skorstuðtöku með krónunni. Og var það eins í mínum lífeyrissjóði að það voru innstu koppar í þessum banka, þessum lífeyrissjóðurinn var, sem fengu að taka skorstuðuna gegn lífeyrissjóðuna. Og ég get ekki skilið að hverju þarf að píla bankalindi yfir einhverju sem ég þarf að borga. Nei, en bankalindin, það bankallindin sem að kemur í veg fyrir að þú getur fengið þessu upplýsingar. Já, þessu væri hægt að breyta til þess með neyðarlögum alveg í 1, 2 og 3 á einni nóttu. En það skiptir skökku við sem sé, ég get ekki fengið upplýsingar hverjum ég að borga. Mín iðgjöld fari að borga gjaldeyrisskiptasamninga og ég veit ekki hver að fá það. En reynslan sýnir að það voru einmitt innstu koppar í búri bankana sem að sjálfur sem fengi að taka skorstuðutökuna og þessi stjórnarmaður var vel tengdur, hann var mjög háttsettur í stjórn þess banka sem að minn lífeyrissjóður Já, en það er nú alveg makalust einmitt með, og svo þetta að lífeyrissjóðurinn skuli síðan hafa verið að fjárfesta í fyrirtækjum alveg út undir grófa dauðan annars. Já, og það er svolítið mótsögn að það er mjög skýrt ekki fram að lífeyrissjóður skuli ekki fjárfesti áhættufyrirtækjum og þetta eiga að vera mjög trygg viðskipti en það má líka segja að öll viðskipti með íslensku krónuna, öll viðskipti sem byggjast á íslenskum gjaldmiðli séu áhættuviðskipti. Þannig líta allavega erlendir aðilar á að öll viðskipti á Íslandi séu áhættuviðskipti og fyrir hrun þá voru erlendir aðilar að fá sem sé 33% arð á sínum fjárfestingum á ári. Ár eftir ár er meðaltal allra fjárfestinga 33%. Það gerist bara í bólahagkerfum og það er slíkan arðfærður bara í áhættu fjárfestingum. Já, þannig að þetta var allt eitt áhættuspil. Ég myndi segja það og þá kemur þessi spurning, eru lífeyrissjóðir til þess að byggja upp atvinnulíf á landinu og eiga að halda fénu innanlands eða eru til þess að tryggja fólk og það er ekki víst að ég geti sinnt þessu hvoru tveggja. Nei, við ætlum að sjá mynd sem að þú ætlar að skýra út fyrir mér. Þetta er við fáum hann í hjálpskerfinu. Þetta er sem sé hrein skuldastaða þjóða, þetta er sem sé nettóeign og þarna sjáum við Japan og Ekki fara svona Ég held að sé bara hægt að keyra þetta á einu hraða. Og þarna í miðjunni þá eru sem sé þau sem eru skuldlaus eins og Kína og nú erum við að koma að ríkjum þar sem er fjárlega, sem sé er halli, til þess Bandaríkin með 35% af vergri landsframleiðslu í mínus. Nú erum við komið sem sé mínusmegin við núllið og þarna eru ríkin Kongó og svo framvegis og þetta eru skuldir í ríki og þetta er sem sé, þetta er 2004-2005. Þetta er 2004-2005? Já, og þarna er sem sé Ísland eitt ríkasta land í heimi að við höldum eignasta en það skýtur mjög skökku við að langfátækasta ríki heims á 2004, 2005 og 2006 er Ísland. Það er þarna í neðsta sæti. Margir halda að ég hafi verið að tala þarna skuldir en þetta er nettóstaðan. Þetta er sem sé eignir á móti skuldinni, eða skuldir á móti eignum. Þetta er skuldir á móti eignum og Ísland er þarna
í næsta sæti. Í næsta sæti. Og þetta árið 2004-05. Þetta er 2004, það eru nokkra súlur fyrir Ísland þarna neðst. 2004. Maður sjá þetta aftur. Og þetta er sem sagt, og þessar tölur eru frá? Þetta frá Seðlabankanum. Þetta frá Seðlabankanum. Já, sem þá var náttúrulega Hagstofa, en það var ómögulegt að fá þessar tölur birtar. Og þetta sem sé 2004-2005, þetta er akkurat þegar greiningardeildir bankana að tala íslenska efnahagsævintýrið og ráðleggja fólki að kaupa hlutabréf í bönkum og fjárfesta á Íslandi. Og þarna sjáum við þetta aftur sem þetta er hrein skuldastaðan. Er þetta renna líka? Já, þetta rennur aftur í gegn, og þarna sem sé ríkin Sviss, Japan, Noregur, og þarna erum við komin í mínus, Kína nokkurn veginn í 0, og öll stóru rík, þarna í mínus eru mjög þung hagkerfi sem vega mjög mikið eins og Bandaríkin. Og það má melja, ein mynd segir meira en 1000 orð, en sem sé, þetta er mitt í halelúja-kórnum. Þá er þetta skuldastaðan? Þetta er skuldastaðan. Inn í þessum tölum er ekki það sem er búið að smyrja inn af viðskiptavíld og aðra óefnislegar eignir. Þetta er sem sé með gamla góða bókhaldinu og það kemur í ljós að það hefur tekist að fyrir hverja krónu sem að útrásarsreikningur tók að láni tókst samkvæmt tölum Seðlabankans að búa til verðmæti fyrir 80 aura. Og útlendingar á Íslandi voru að ávöxta sexfalt betur, fá sexfalt meira ávöxt af sínum fjárfestingum heldur en útrásarsvíkingarnir erlendis. Og það var mjög erfitt að koma þessu mynd, þetta er sem sé árið fyrir hrun, sem þessi mynd birtist á heimasíðu Seðlabankans. Vonust að fá þetta byrt í nokkrum fjölmiðli. En þetta er strax orðið svona 2004? Já, þetta fyrsta talan sýnist mér 2004, þá erum við komið í bottsæti og svo erum við lang mest í bottsætinu 2006. Og þá má maður líka segja að eiga ekki fagfjárfestar lífeyrissjóðanna að þekkja þessar tölur, þetta ekki allt saman mjög áhættusamt. Og við sjáum þá kannski á næstu mynd þessar rosalegu skuldir sem við vorum búin að koma okkur í hvernig fjárfestingum voru þær. Ok, það kemur hérna heldur, já. Þannig, já. Þetta er áhættufjárfestingar. Já. Þetta er, hvaða ríki heims hafa stærstan hluta af sínum auð í áhættufjárfestingum og þarna er Sádi-Arabía númer 1, það er áhættusæknasta ríki í heimi. En númer 2 er Ísland, mér finnst það að vera 2006 og 2005. Þarna erum við númer 2 í heiminum. Og síðan eru önnur áhættusækin ríki eins og Bandaríkin, Þýskaland, og svo miklu neðar, þetta er 122 ríki og við erum þarna í öðru sæti. Þannig að við erum bæði með ofboðslega mikið af lánum og litlar eignir á móti og það sem við erum með í lánum er í áhættufjárfestingu. Og við vitum það, reynda að vita, lítið tala um íslenska fjölmiðlum, en hagkerfi heimsins ganga alltaf í sveiflum. Það eru góðu tímar og síðan kemur niðursveifla. Og þetta var nokkuð ljóst að þetta myndi fara fjandans til í næstu niðursveiflu. Og ég held að eigendur bankanum hafi verið ljóst eftir að sjá þessa stöðu að íslenska krónan gæti aldrei staðið. Það myndi hér allt hrynja og þar með gjaldurinn. Og þetta, en út á þetta eru þeir að borga sér opbóðslega peninga í raun og veru. Já, þú gerir það þannig, þú tekur lán og svo smyrði inn viðskiptavild og segir það var opbóðslegu gróði og svo tekur þú væna slummu í eigin vasa. Og þessi peningar sem er búið að greiða út í arð og ofurlaun og svo víðar og svo framvís, þau eru ennþá til í samfélaginu. Og mér finnst það algjör aumingjaskapur að reyna ekki að vinna því að ganga og fá þessa peninga fyrst. Mér er sér Læknafélag Reykjavíkur sem er mjög íhaldsamt félag og þegar við komum óskýrum sparnað þar, þá var á fundi þar, þetta vissilega verið gott, alltaf gott að veita aðhald, en við gerum það kröfu til stjórnvalda að þeir gangi fyrst að þeim mönnum sem hafa auðgast mjög í landinu við að koma þessu ástandi á, áður en gengi verið að starfsmönnum Landspítalans. Andrés, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn, ánægilegt að fá þig hingað. Takk.